Jæja Kalli, svona svo fór sem fór. Það var alltaf mikið af layupum hjá Gnúpverjum fyrstu mínúturnar. Voruð þið búin að hugsa það að þið ætlaðu að koma meira út í skotmennina eða eitthvað svoleiðis og voru að missa aftur fyrir ykkur? Það var akkúrat öfugt. Þetta var bara... Við ætluðum að reyna að pakka inn í teig og fara inn í þessar holur á milli boltamanns og okkar eiginmanns og það er bara sama gamla sagan en ekki að spila vel. Þú skiptir Ara Gylfa dálítið fljótt út af, hann ennþá að kljást við meiðsli eða eitthvað svoleiðis? Sýndist hann ekki vera að skjóta eins og hann átti að vera að skjóta? Já, Ari leggur sig alltaf 100% fram og hann búinn að vera að kljást við eymsli síðasta mánuðinn og við erum búin að vera ofnota hann kannski. En við ætlum að reyna að vonast til að með því að skipta honum fljótt að hann myndi ná að halda hans tempói að þurfa fleiri að stíga upp. Já. Mats kom inn á bekknum í leiknum í dag og var dálítið góður á móti svona, vara framherjum Gnúpverja. Varstu alltaf verið að reyna að nota hann eitthvað meira en það? Hann var með 14-16 stig eitthvað svoleiðis? Já, Mats átti ágætis innkomu sóknar megin. Frákasta eins eða ekki mjög vel. Við reyndum að finna hann þar. Þar gerði hann vel. Já, það var eins og ekki að frákasta vel sá ég, en... Nei, það bara... Frákast liðsdæmi og við erum ekkert að stíga út og menn heyrðu ekki frákast, þeir ætla bara að vera að horfa á boltann allan daginn. Það alveg klárt mál. Já. Í þriðja fékkstu tæknilega dæmda á þig eftir skulum bara segja vafadóm. Hvað varstu að pæla? Var það meðvitað að fá þetta upp á móti eða varstu bara búinn að fá nóg? Já, mér fannst þetta fyrsta lagi mjög furðulegur dómur og þegar ég reyndi að spurja hann fyrir leiknum þá fékk ég lítið svör en það er ekkert að kenna dómarinn þetta að þessi tæknivilla kom að því ég æsti mig og var bara fór yfir strikið og þannig er það. Þið náðu aðeins undir lokin að klóra í bakkann og ég hefði alveg trúið að þið getur kannski komið svo undir 10 stig og gert þetta aftur að leik. Hvað fannst þér vanta upp á lokamínútunum? Þetta var bara oflítið og seint og það er bara þannig. Ef við ætlum ekki að fara að spila vörn, það er bara klárt hvar við verðum í lok tímabils, það er bara þannig. Menn eru að æfa vel og þessi vika var frábær og undirbúningurinn góður en við þurfum bara að ná að berjast í þessar 40 mínútur. Já, skilja þetta verður ekki verið bara góður æfing. Herðu, þá eru þið bara komin í jólafríið, ætlið að leggja einhverjar sérstakar áherslur í milli jól- og nýársæfingum eða einhverjar leikmannatilfærslu? Það er bara sömu áherslur á æfingum og hefur verið. Við þurfum að laga þessa vörn okkar og við verðum bara að halda því áfram og fara aðeins í grunninn. Herru, þakka kærlega fyrir þetta og gleðileg jól. Sömuleiðis.